Já, Guð sér fyrir öllu. Ungur prestur segir frá reynslu sinni sem hann upplifði í heimsókn sinni til hjóna sem áttu 3 ung börn. Presturinn bankaði á dyrnar án árangurs, svo hann knúði næst fremur þétt og lengi á útidyrahurðina án þess að hann yrði var við viðbrögð innan dyra. Hann var það bil að yfirgefa staðinn þegar að dyrnar opnuðust skyndilega og hinn unga húsmóðir þreif í hendi hans og bókstaflega dró hann inn í húsið. Þú kemur á nákvæmlega réttu augnabliki þar sem við þurfum svo mikið á ráðleggingu þinni að halda, sagði hún. Þannig mál með vexti, að við þurfum að borga rafmagnsreikninginn núna og ef við gerum það, þá getum við alls ekki skilað 10 til drottins. Einmitt þegar við sátum hér við borðið, maðurinn minn og ég, sáum við fram á óupphitað húsið næsta mánuðinn á þessum kalda árstíma, ef við létum 10 til kirkjunar ganga fyrir. Hvort eru það börnin okkar í hlýju húsnæði eða málefni Guðs? Nú þarft þú, prestur góður, að segja okkur hvað okkur ber að gera, börnin eða 10 til drottins. Presturinn sagðist ekki geta sagt þeim hvað þau ættu að gera, en hann gæti vísa þeim á fyrirmæli og loforð drottins sem ættu við einmitt svona kringumstæðum. Síðan las hann eftirfarandi fyrirmæli Guðs í Malaki 3. kafla. Færið alla 10 í forðabúrið til þess að fræðsla sé til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt, segir drottin allsherjar, hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum himelsins og úthelli yfir yður yfirgnæfandi blessun. Eftir þennan lestur ríkti algjör þögn, svo ég hafði bæn með fjölskyldunni og síðan yfirgaf ég þau. Næsta hvíldadag sat ég uppi á ræðupalli kirkjunar á meðan safnaðarþjónninn safnaði saman gjöfum og 10 fólksins í peningapokan. Ég horfði yfir mannfjöldan og gat hvergi komið auga á ungu móðurina sem hafði glímt við spurninguna hvort hún ætti að skila 10 til Guðs eða nota peningana til greiðslu á hitareiknunum svo að börnin gætu notið hlýju á heimilinu þennan mánuðinn. En allt í einu opnuðust kirkjudyrnar og móðurinn gekk hratt inn kirkjugólfið, rakleitt að safnaðarþjónunum og stakk 10 sinni í pokan sem hann hélt á. Síðan fór hún strax út aftur, eins og til þess að forðast freistinguna að skipta skoðun. En sagan endar ekki hér, enda koma að því fáeinum vikum síðar að konan sagði söfnuðnum frá reynslu fjölskyldunar í þessu efni. Grátandi gleðitárum lýsti hún því hvernig Guð hefði sendt prestinn til þeirra á nákvæmlega réttu augnabliki, hvernig Guð hefði staðið við sitt loforð að sjá fyrir öllum þörfum fjölskyldunar. Eiginmaðurinn fékk alveg óvænt kauphækkun í vinnunni sinni og einhver ókunnugur hafði skilið eftir 2 stórar troðfullar matarkörfur við útidyr heimilis þeirra. Þessi matur entist vel út mánuðinn
Og svo gerðist annað mjög óvænt, að einhver alveg ókunnugur þeim sendi þeim ávísun að upphæð sem að greiddi alveg upp rafmagnsreikninginn þeirra. Þessi unga móðir hvatti alla til að eignast slíka trúarreynslu með Guði almáttugum og treysta loforðum hans.